Hæ, komið sæl, ég heiti Sara Pálsdóttir og ég dáleiðarinn ykkar. Ef þú hefur verið að glíma við kvíða, ofsakvíða, síþreytu, þunglyndi, þráhyggju, depur, vonleysi, vöðvabólgu eða aðra króníska vanlíðan eða önnur krónísk neikvæð einkenni þá ertu klárlega á réttum stað. Í mjög mörg ár þá glímdi ég við kvíða og ofsakvíða ásamt mörgum öðrum krónískum neikvæðum einkennum og í dag hef ég fengið frelsi. Og eftir að ég fekk mitt frelsi þá fekk ég þessa sýn ég þyrfti að hjálpa öðrum. Og ég er búin að vera að gera það síðan 2019 með mjög góðum árangri og það eru mörg hundru manns, vel yfir 600 manns, búin að fara í gegnum prógrammin mín og ég er að sjá fólk fá frelsi frá krónísku neikvæðum einkennum eins og kvíða, krónískum verkjum, þreytu og svo framvegis í hverju einustu viku. Og mér langar klárlega til þess að hjálpa þér að gera það líka. Og það sem ég hef séð, bæði í gegnum mína eigin reynslu og líka þeirra fjölmörgu sem hafa leitað til mín, það eru alltaf sömu þrjár ræturnar sem að valda krónískum einkennum eins og kvíða, ofsakvíða, síþreytu, þráhyggju og þessum einkennum sem ég er búin að vera að telja upp. Fyrsta rótin, það er eitthvað óheilbrigt í sambandinu sem við eigum við okkur sjálf. Og þegar ég var veik, þá hafði ég ekki hugmynd að ég hefði eitthvað samband við sjálfa mig og það væri óheilbrigt og það væri eitthvað sem að skipti yfir höfuð máli. En í gegnum í veikindi og í bataferðalaginu mín, þá áttaði ég mig á því hversu óheilbrigt sambandi sem ég átti við sjálfa mig var. Ég hataði sjálfa mig, ég fyrirleit sjálfa mig, ég var að beita sjálfa mig andlegu ofbeldi með neikvæðu sjálfsniðri, ég var að rífa mig niður, dæma sjálfa mig, ég þoldi ekki sjálfa mig og ég sá sjálfa mig í mjög röngu neikvæðu skökku ljósi. Og birtingarmynd þessa óheilbrigða samband sem við eigum okkur sjálf getur verið alls konar. Það getur verið sjálfshatur, sjálfshöfnun, sjálfsniðrif, sjálfsfordæming, sjálfsvantraust. Þegar maður vantraustir sjálfum sér að þá myndast mikið óöryggi og ótti innra með mann og það getur búið til kvíða. Oft er þetta blanda af mörgum svona rótum í þessu sambandi sem við eigum við okkur sjálf, stundum er þetta eitthvað eitt eða tvennt. En niðurstaðan er svo, ef við eigum óheilbrigt samband við okkur sjálf, höfum hafnað okkur, hötum okkur, vantreystum okkur eða eitthvað slíkt, að þá myndast mikill sársauki innra með okkur og okkur líður illa. Og það eru kjöraðstæður fyrir neikvæð einkenni eins og kvíða, þunglyndi, þreytu, neikvæðar hugsanir og svo framvegis að blómstra og grassera. Rót númer 2, það er uppsöfnuð neikvæð orka í líkamanum. Þegar við lendum í áföllum og erfiðleikum, þá myndast innra með okkur neikvæð orka sem er eðlilegt. Það getur verið kvíði, ótti, reiði, sorg, vonleysi, depur, þreyta og svo framvegis. Og allt þetta er orka og við höfum öll fundið fyrir þessar neikvæðu orku. Þegar við fáum svona hnút í magan, hraðan hjartslátt, þyngsli í bringu, spennu, þrýstingur, stífleiki, allt þetta eru svona skýr einkenni þessara neikvæðu orku sem við erum að skynja. Og það sem er allt og algengt er að við náum ekki að vinna úr þessum áföllum, við náum ekki að vinna úr þessum erfiðleikum á heilbrigða máta, að þá bara festist þessi orka innan með okkur. Og síðan í gegnum árin það bara hleðst þetta meira og meira og meira þar til að við erum bara komin á þann stað að við erum bara yfirfullar neikvæðra orku, við erum með krónískan kvíðahnút í maganum, við erum orðin viðkvæm fyrir áreiti, erfitt með að vera í kringum fólk, þröskuldurinn orðin mjög lágur, við erum jafnvel farin að fá kvíðaköst eða ofsakvíðaköst eða grátköst eða reiðiköst. Allt þetta eru mjög svona skýr einkenni þessarar uppsöfnuðu neikvæðu orku innan með okkur og það er mjög mikilvægt að fara af stað í ferðalag til að losa þetta út og læra sjálfur hvernig losa maður þetta út til þess að fá frelsi frá þessu. Og hvernig setur maður bara gleði og kærleika og frið og þakklæti og veljan í staðinn. Og síðan er þriðja rótin og það er óheilbrigt hugarfar og hver hugsun og orka. Og við erum alltaf að framleiða orku innan með okkur með hvernig við erum að hugsa dagsdaglega. Og ef að hugarfarið er mjög óheilbrigt og stjórnlaust og það er bara þvottavélin, ofhugsun, áhyggjur, þráhyggja, streituhugsanir, kvíðahugsanir, neikvætt sjálfsniðri, sjálfsásökun, óttahugsanir, að þá erum við í rauninni að framleiða mjög mikið magna neikvæðra orku innan með okkur og okkur líður illa. Og það gerir það líka verkum að ef við erum að hugsa alltaf margar og alltaf hraðar hugsanir og það er svona ofhugsun og þráhyggja að þá er einhvern veginn öll orkan okkar fer bara í allar þessar hugsanir og við erum bara dreinuð og þá erum maður þreyttur, búin á því, orkulaus og jafnvel orðin eins og ég var á sínum tíma. Ég var þreyttur, ég vaknaði og þreytt allan daginn og alltaf orkulaus. Og það sem þarf að gerast til að fá frelsi frá þessu og það er eitthvað sem allir geta gert, það er tvennt. Það er annars vegar að fjarlægja ræturnar og það er dáleiðsla lang öflugasta tól sem ég nokkuð tíma kynnst. Ég var búin að leita allra leiða til þess að fá frelsi þegar ég glímdi við kvíða, króníska verki, síþreytu
ofsakvíða, já, með brotna sjálfsmynd og ekkert virkaði. Og það var ekki fyrir en ég fór virkilega að gera vinnu dagstaglega á hverjum degi, moka út þessari neikvæðu orku, breyta hugsun mín sem ég fór að fara að fá okkur árangur. Þannig að við þurfum að vera tilbúin að leggja á okkur smá vinnu dagstaglega til að fá okkur alvöru árangur og hraðan árangur. Það að mæta í einn og einn einkatíma er alltaf stopult og ómarkvisst til þess að fá algjört frelsi. Og markmiðið á alltaf að vera algjört frelsi, ekki minnka kvíðan eða draga úr honum eða læra að lifa með honum, af því að kvíði er bara neikvæð orka og mikið eyðileggingarafl í okkar lífi og við ætlum að vera frjáls frá því. Þannig að það sem þarf að gerast til að fá frelsi tvennt, það þarf að fjarlægja þessar rætur og það gerum við með því að hlusta daglega á dagleiðslur, jafnvel 2 sinnum á dag, og síðan þurfum við að breyta hugarfarinu. Af því að kvíði er í rauninni ákveðin hugsýki, eitthvað hræðilegt er að fara að gerast, það er að dæma mig, mér mistakast, ég er ekki nóg, ég er ómögulegur og svo framvegis. Þetta eru bara krónískar neikvæðar kvíðahugsanir, óttahugsanir sem eru að framleiða kvíða, ótta og hræðslu innra með okkur og skapa vanlíðan. Þannig að til þess að við getum breytt okkur sjálfum og fengið varanlegt frelsi, þá verðum við að þjálfa hugarfarið og það er þetta sem að námskeiðið mitt, frelsi frá kvíða, veitir ykkur. Það er annars vegar dagleiðslur sem að maður hlustar á daglega, jafnvel 2 sinnum á dag, langbest að hlusta á morgnana og líka á kvöldin áður en maður fer að sofa. Það er mjög gott að sofna við dagleiðslunar, það má alveg, og það eru bara svona hljóðupptökur þar sem við erum bara að fara í djúpa slökun og við erum að vinna markvisst á þessum rótum, stíga þetta skref, að elska okkur skilyrðislaust, vinna í áföllum fortíðar og gera þau upp, læra að moka út þessari uppsöfnuðu neikvæðu orku og svo framvegis. Og síðan eru fyrirlestrar og verkefni þar sem við erum í rauninni bara að læra þessar rætur og hvernig umbreytum við hugarfarinu okkar, hvernig getum við stýrt hugsunum okkar og þannig stýrt líðan okkar. Þannig að þegar við finnum að kvíðinn kemur eða streitan eða vanlíðanin eða einhverja neikvæðar hugsanir eða neikvæð sjálfsniðri, hvernig getum við tekið okkur út úr því og sett okkur inn í ástand þar sem við finnum fyrir gleði og kærleika og þakklæti. Og þetta er bara svona hugarfarsþjálfun og orkuþjálfun sem að enginn getur gert fyrir mann nema sjálfur, eins og ég segi. Og það að fá frelsi frá kvíða er stórkostlegri lífsgæði heldur en ég hefði nokkuð tíma getið ímyndað mér þegar ég byrjaði að fara þessa vegferð. Þú veist, að geta farið hvert sem er, verið hvar sem er, hitt hvert sem er og verið bara öruggur í eigin skinni og liðið vel með frið í hjartanu og afslöppun og velja, en ekki alltaf eitthvað kvíða og ótta og stress og að svitna eða óttast að maður sé ekki nóg eða óttast að vera dæmdur, óttast að eitthvað vont gerist, eitthvað slæmt gerist eða þá eitthvað slæmt gerist fyrir börnin manns. Að lifa í ótta og kvíða er að lifa í fangelsi. Og við munum aldrei ná að verða frjáls, verða svo manneskja sem okkur er ætlað að vera ef við ætlum að leyfa kvíða og ótta að stjórna okkur og stýra okkur og halda okkur niðri. Og það er svo stórkostleg lífsgæði að geta stýrt í hvernig manni líður, af því að hvernig líður manni þegar maður getur stýrt í vel. Og það er ekki þannig að ég vakna á hverju morgni bara ég er svo glöð og ég er full tilhlökkunar. Ég vakna á hverju morgni og ég set mig inn í gleði og tilhlökkun og þakklæti, af því að ég stýri þessu og það er orkan sem ég vil lifa í. Þannig að ég hvet ykkur til þess að koma með í þetta stórkostlega ferðalag. Þegar að þú ert búinn að klára námskeið sem þú getur keypt með að ýta hérna linkin fyrir neðan, að þá mæli ég alltaf með því að senda mér tölvupóst á sarahtlausnir.is eða senda mér skilaboð á Facebook og bóka einkatíma. Þá ertu komin inn í mikinn og góðan bata, þú ert búin að fá mikið frelsi til að fara að líða miklu betur, bókar einhvern og þá getum við virkilega einbeitt okkur af þessum sterkustu og dýpstu rótum sem eftir sitja. Þannig ég mæli klárlega með því og svo langar mig líka að segja að inn í þessu námskeiði frelsi frá kvíða er fyrirlestur og daglega sem heitir frelsi frá áföllum og að öðlast heilbrigt sjálfstraust. Og það er í seinni hlutanum, en ég mæli með því að fara inn í þann part eftir fyrstu vikuna í fyrirpartinum og hlusta á þessar 2 dagleiðslur, frelsi frá áföllum og öðlast heilbrigt sjálfstraust til skiptis bara í 10 daga. Þá ertu virkilega að fara að vinna með áföll fortíðar, gera þau upp og þá ertu að moka út þessari uppsöfnuðu neikvæðu orku. Og þú munt örugglega gráta, það mun örugglega koma tár og það er hluti af losuninni og þessari úrvinnslu, en í gegnum þetta muntu finna meiri og meiri létti. Það eina sem þú þarft að gera til þess að hefja þetta ferðalag er að treysta og trúa því að þú getur fengið frelsi
taka hálftíma á dag. Það eina sem þarf, hálftími á dag. Hefur þú hálftíma á dag aflögu til þess að stíga inn í þetta ferðalag að frelsi frá kvíða. Komdu með, vertu með. Ef þú ert með einhverjar spurningar, ekki hika við að senda mér línu eða senda mér skilaboð, annars getur þú ýtt á linkin hérna fyrir neðan og skráð þig og byrja strax. Takk fyrir mig og gangi þér ótrúlega vel.